Góðir sjónvarpsáhorfendur, velkomin að Túbusjónvarpunum. En þetta annar þátturinn af Föst í fortíðinni, þar sem við rennum yfir hið dásamlega tímabil 9. áratuginn. Í síðasta þætti vorum við með trommara hérna í settinu hjá okkur. Það voru Trausti úr Stuðkompaníinu og Gunnar Hrafn úr Greifunum. Þar tókum við fyrir Phil Collins meðal annars í seinni hlutanum, vegna þess að það er hægt að vera trommari og semja góð lög. Það er bara svoleiðis. En við byrjum þennan þátt eins og við byrjum fyrsta þáttinn á því að hlýða á nokkra tóna úr leiðinlega laginu. Þetta var sem sagt leiðinlega lagið. Þetta heitir María Magdalena með söngkonu sem heitir Sandra. Ég veit ekki hvað bassalekarinn hinn syngjandi bassaleikari heitir, en það skiptir ekki máli. En þetta finnst mér afspyrnu leiðilegt lag. Hún gaf út held ég 2 lög í viðbót sem voru alveg eins. Þannig að við þurfum ekkert að fara að grúska þetta. En það eru konir gestir. Það eru gestir sem eru ekki af verri endanum. Og meira að segja einn af efri endanum, ef við tölum hárið, það er Hulda Hafsteinsdóttir. Þú titluð sem hársnirtir í símaskráni. Sem sagt ekki í símaskráni, heldur á já.is eða hvað það heitir. Já, passar. Er það svona samheiti yfir allt? Já, nú bara er þetta sameinað í dag. Já. Þegar ég læri, þá er fyrst lært annaðhvort herrafagið eða dömfagið. Og ég lærði bæði. Já. En svona í seinni tíð þá er þetta bara kennt sem eitt. Já, ok. Og stytt námið þá. Er það afturför? Já og nei, það er náttúrulega alltaf verið að reyna að stytta iðnnám. Það er stór kapítílu. Já, við erum ekki að ræða það í þessum þætti. Við erum í annan þátt þegar við fórum að tala um það. En þetta, mér fannst þetta frábært. Ég lærði þetta í sikkur lagi og fannst það bara skemmtilegt. Og svo tók ég meistaranám og svo tók ég kennsluréttindi. Já. Þannig ég bara, eins og ég segi, læknir í þessu. Já, þú ert læknir í hársnýrtingum. Þannig ef þú þarft einhverja aðstoð, þá bara er ég á staðnum. Já, og blóðþrýstismælirinn bara við hliðina á stólnum. Allt bara klárt, sko. Heyrðu, magnað. Pétur Guðjónsson, viðburðarstjóri í Verkmenntaskólanum. Hvað er að vera viðburðarstjóri? Það er að stýra viðburðum. Það er svoleiðis, já. Já, ég hafði ekki gert mig grein fyrir þessu. Vera skemmtilegt. Er þetta ekki mannskemmandi starf? Nú hefur þinn starfsferill kannski verið svolítið í kringu viðburðarstjórnun. Er þetta ekki mannskemmandi að byggja stress og passa upp á að allt smelli, budgetið, fólk mæti á réttum tíma og svona? Er þetta ekki bara gjörsamlega að fara með þig? Einhver sagði að það er 10 milljónir budget, það var á lítið, að það er 10 kall, það var á lítið, það er alltaf á lítið budget, sko. Það er kapítal út af fyrir sig, svo með iðnnámið. En jú, ég sá einhvers staðar að félagi mín er nú flugstjóri og ég er mjög nálægt honum í sko stress og flugumferðarstjórn líka. Mér munið þetta sé sko á streitu skalanum. Og mjög nálægt í launum vantarlega líka þá, eða ekki? Nei. Nú, eða ekki? Það er nú misjafnt eftir hvaða viðburði maður er að... Já, vissulega. En þú þrífst svolítið í þessu umhverfi? Já, ég náttúrulega er svona kannski viðburðarstjóri á víðum grundvelli, er að halda dansleiki og er nú plötusnúður ennþá, ég ætla ekkert að vaxa upp úr því, ekki alveg strax. Og er svo að skrifa, leikstýra og setja upp leikrit. Þannig að þú ert í draumastarfinu eins og Hulda? Já, ég ákvað fyrir nokkrum árum síðan að gera ekkert nema það sem er skemmtilegt. Já. Sama hér. Góð spurning, ég nenni þá ekkert að vera í þessu þætti hérna. En á ekkert að ræða þetta leiðilega lag, sko, bassalekarinn heitir Michael Cretu og ég held að það hafi verið kærustupar. Það er svoleiðis, já. Þarna mátaður mig. Já, hann gaf svo út sjálfur, hann fór í eitthvað svona undir eigin nafni, sko. Já. Samurai eitthvað svoleiðis heitir lagið. Samurai. Já, ég man eftir því. Þannig að þetta er hann. Þetta er hann, sko. Já. Þannig að þetta er engin aukaleikari þarna, sko. Ég held að ég er mjög ósammála með þetta lag, sko. Ég held að mér hef fundið Sandra svo sæt eitthvað bara... Birgitta Haugdal þess tíma, sko. Algjörlega sammála. Hárið var fínt á henni, ég var það, sko, allan tíma, sko. Ég viðurkenni það alveg, hún var óbóðslega svona sæt, en sko, Guði sé lof, þú er ekkert að segja efni þáttarins. En við höfum þann háttin á í fyrirhluta þáttarins, þá fáum við hérna að kíkja á ljósmyndir sem að gestir okkar sendu inn. Og við ætlum að byrja á því að skoða hérna nokkrar myndir frá henni Huldu, frá hinnum ýmsu æviskeiðum og ætlum að aðeins að spjalla hvað er í gangi hérna, sko.
Þarna ertu með bikar. Já, þarna... Er þetta að vera bikarmeistari í hárgreiðslu? Já, algjörlega. Já, ok. Já, nokkra svona. Já. Og á þessum tíma þá var mjög algengt að keppa í alls konar hárgreiðslu og líka freestyle og bara svona. Já. En það er nú ekki mikið þetta í dag, en ég var mjög dugleg að keppa. Og gekk bara frekar vel eins og sér. Já, mér sýnist það. Ég er alveg mjög ánægð með þetta. Og þetta ýtti undir svona metnaðargirnina hjá mann. Já. En tíðarandinn bara annar, þú veist, fólk ekkert að keppa safna saman 50 módelum á Broadway eða eitthvað og keppa í hárgreiðslu. Ekki núna, en þetta var mjög mikið þarna. Já, og hefur vantarlega mikið líf og fjör í kringum þetta. Já, mikil spenna og gleði og ótrúlega gaman að skapa og eiga þessar stundir, sko. Glæsilegt, fáum næstu mynd. Já, þarna Lúlli, sko, og ég. Þetta er Lúlli, þetta maðurinn, já. Bara það sé á hreinu. Hann var módel fyrir mig í einni keppni. Þetta er sko, stutt eftir að flytta heim. Já. Þá opnaði ég Medúlu og við erum þarna bara í opnunarpartíinu. Lúlli með aflita hár í örendir. Nýbúin að vera módel hjá mér úti. Ég var að keppa í Noregsmeistaramótinu þarna. Alltaf heim í Noregi nokkur ár. Já. Og við fluttum bara heim og ég opnaði stofuna. En hárið á þér þannig? Ég er bara alltaf eins með hárið, sko. Ég er með svona sjálfliða hár, sko. Já, þetta er ekki permanent sem þú ert að reyna að rífa upp aftur hérna. Þetta eru guðskrulurnar, sko. Þetta eru guðskrulurnar, já. Algjörlega. Gott mál. Fáum svo hérna þriðju myndina. Já, þetta... Þarna erum við að tala vantarlega fermingardaginn og kökuborðið. Já, og ef við takið eftir því, þá er ég í jakkafötum. Eða sko, ég er ekki í jakkanum, en það var jakki við þetta. Já. Og ég er... Þarna eru pils og kjólar ennþá í tísku en ég vildi fá jakkaföt. Það var að koma inn. Ég keypti held ég í César, minnum mig. Og ég vildi ekki fara í hárgreiðslu af því ég vildi bara hafa hárið náttúrulegt. En mamma tróði þessari Nellu upp í hárið á mig, sko. Það var í tísku þá. Væntanlega fölna svona leið á daginn, sko. Og ef ég kíkja á þá er þetta kalt borð hérna inn. Það var í tísku þá líka. Já, ég man eftir köldu borð, þau voru æðislega maður. Geðveikt gott. Og áfengiskassin hérna undir borðinu. Já, mér sýnist það. Herðu, magnað, en Pétur, þú sendir okkur líka inn myndir og við skulum kíkja á það. Já, ég ákvað að reyna að hafa húmor fyrir sjálfum mér, ekki endilega bestu myndið eins og segja þetta. Já, ég skil það mjög vel. Þetta er bara mína sættar, já. Þetta er á mörkunum að vera... Þú ert húmoristi, Pétur, það er alveg greinilegt annars. Já, Nei, þetta er náttúrulega, þarna eru litirnir allsráðandi og svona, hvað segir hárið á honum þarna, Hulda, er þetta í? Já, þetta sleppur, sko, hann er svolítið úvinn en þetta er næg. Ég held að þetta hafi verið bara, þetta var svona heimagreiðslan, sko. Það var ekkert verið að gera eitthvað, sko, að græja þarna. Þetta er sófagreiðslan. Þetta er sófagreiðslan. En þessi föt þarna, sko, þeir eru náttúrulega alveg hörmung, en þetta þótti flott þá. Heyrðu, sé ég votta fyrir kynnalit þarna eða? Ég bara hef alltaf verið svona rauðir kinnum, sko. Með svona... Náttúrulega rauðar kinnar. Náttúrulega rauðar kinnar, já. Og þarna, ég man alveg eftir, sko, þetta er á næturvakt á hljóðbylgjunni. Það var rosa skemmtilegt að vera með næturvaktina þar, sko. Já. Þetta er 87. Og þetta er hamborgarbréf þarna fyrir frammi. Mamma færði mér hamborgara því ég var ekki búinn að borða neitt þennan daginn, sko. Og hérna er ég að taka á móti óskalagi bara. Já, já. Og það er bara skrifað, það eru plötuspilarar sitt hvorum megin. Já. Og varstu kominn með geislaspilara hana? Nei, hann var ekki kominn. Hann var ekki kominn, nei. Bólun sem ég er í er, sko, þetta var hvítur bólun sem Gústi vinur minn, grafískur hönnur í dag, hann teiknaði þetta er svona kissbólur einhver, heimagerður. Já, heimagerður, já. Glæsilegt. Herru, og þriðja og síðasta myndir sem þú valdir hérna fyrir okkur, þetta er nú rómantíkin uppmáluð. Gamlárskvöld 89, trúlofun hjá mér og Huldu minni. Já. Ekki mér samt, sko. Nei. Þetta er önnur Hulda, sko. En þarna eru þið alveg, þarna takið þið, sko, bæði 80s klæðnaðinn og hártískuna alla leið, sko. Já, algjörlega jakkafötin maður. Já. Upprættar ermar og allt. Þetta er skemmtilegt og þarna varstu sem sagt að draga henni hring á fingur. Já, alveg orðin 18 ára gamall. Já. Men nú eru þið fullorðnir svona snemma. Já. Og það er líka að taka eftir hárinu, sko, mjög fínn hárið. Já. Og svo eru náttúrulega axlapúðarnir alveg hérna, sko. Já, þau eru bæði með axlapúða hérna. Við stelpurnar vorum farin að vera í jakkafötum svona mikið þarna, svona strákalega. Já. Hárið á henni er svona alveg típist, það er svona vængir, þetta er ekki vængir, já. Sorry, þetta var svona rosalega inn að taka allt hérna svona aftur. Og í álfunni það er aðeins að koma aftur, sko. Nei, ekki svona mikið, það er svona fínt.
svona Já, maður hefur augun opin. Fínni útgáfa af því, sko. Já, takk eftir þessu. Þetta var skemmtilegt, en svo hérna byggjum við gesti okkur að kannski senda okkur inn einhver uppáhaldslög og það venjulega úr mörgu að velja. En Hulda, hún sendi okkur hérna alveg dæmigert lag, 80s lag. Það sem að litirnir eru allsráðandi og náttúrulega tónlistin og við skulum fá að kíkja hérna á það hvað hún valdi. Þetta náttúrulega sko... Það reyndar alveg tímamóta myndband. Það það? Já. Og bara litirnir þarna eru sko, þarna bleikt og þarna gult og fjólublátt. Ég langar nú bara að fara að dansa þegar ég heyri þetta. Já, við skulum aðeins halda aftur á okkur. Þetta er ekki dansþáttur. Nei. Þetta er ekki dansa með stjórnunum. Þarna sögðu nú margir að Queen væri tekið að dala sko, frá því að þeir voru svona meiri rockara sko, þannig. Já, er það ekki svo oft sagt þegar hljómsveitir fara einhverjum svona nýja leiðir? Jú, það er kannski algjörlega ósanngjarnt að segja það oft, sko. Já, örugglega. En þarna eru þeir alveg... Og þetta náttúrulega, þetta var eitt af stóru lögum, sko, þessa áratugar, sko. Já. Hvað var það sem heillaði við bara mér fannst bara öll lögin þeirra góð, en þetta bara einhvern veginn kom mér alltaf í stuð. Bara svona, þú veist, I want to break free, bara svona, þú veist. Maður var náttúrulega þroskast þarna og búin að upplifa lífið. En Pétur, þú hérna sendur okkur hérna ansi skemmtilegt lag, sem að ég tek alveg undir að er alveg magnað, sko. Já, þetta er svona svo erfitt að velja eitthvað svona lag, en einhvern veginn, kannski valdi þetta eldist vel, sko. Já. Og það er líka, það er svona einhverja tilfinningar í kringum þetta lag, sko, tengdar þessu, ég man ekki hvernig þetta kemur út, 84? Já, 84-85 eitthvað svoleiðis, sko. Ég man eftir á leiðinni í Allavík 85, þá hlustaði ég mikið á þetta lag, sko. Sennilega, ég líka bara. Já. Varst þú í bílnum á eftir mig bara? Já, 14 ára. En þetta er sem sagt hollensk hljómsveit, Time Bandits, og lagið Endless Road. Þetta er óbóðslega fallegt lag og stórt og hérna gott sound. Já, algjörlega. En þá er komið að þessum skemmtilega tíma sem heitir auglýsingar, en farið ekki langt, rétt að skreppa, pissa, fá sér vatn og sjáum svo eftir augnablik. Góðir áhorfendur, verið velkomin aftur að Túbu-sjónvarpunum. Við erum hér með góða gesti, Huldu Hafsteinsdóttur Hársnirti og Pétur Guðjónsson viðburðarstjóra. Við ætlum að byrja núna seinni hluta þáttarins á því að fara yfir nokkra staðreyndir frá þessu 80s tímabili. Og það er alltaf gaman, en förum yfir þetta svolítið á hundavæði bara. En 1980 þá voru post-it límmiðarnir fyrst settir á markað, 1980. Og bara svona til að segja hvað þeir eru sígildir og þá er þetta minn nýjasti hérna, sko. Mun að skúra. Já. Ok. Pac-Man leit líka dagsins ljós, 1980. Þegar hafa komið þarna stóru kassarnir hérna inn á sjoppurnar. Það hefur stórt ár. Ja, mjög stórt. 1981 þá opnaði MTV sjónvarpsstöðin, fyrsta skipti. Munið þið hvaða lag var númer 1? Video Killer Radio Star. Akkúrat, já. Það ekki? Jú. Það var svolítið táknrænt kannski. Já. 1982 var fyrsti geislaspilarinn seldur og hann var seldur í Japan. 83 kom tölvumúsin fyrst fyrir sjónir almennings og Word hérna ritvinnsluforritið. Og svo 1984 voru DNA-próf framkvæmd í fyrsta skipti. Þannig sjáu bara þvílík skrið var á tækninni þarna á þessum tíma. Sko. Þetta er ekkert eðlilegt, sko. Það er engin áratug sem hefur verið svona framsagnari en þessi. Eða hvað? Sleppið því. Erfitt að segja, ég veit það ekki. Nú ætlum við aðeins að fjalla hártískuna og við ætlum að bregða hérna upp nokkrum myndum og aðeins skemmta okkur yfir að kíkja á þær. Já.
Þetta svolítið típist. Já, þarna eru, þú sjáu, bönd í hárinu, það var mjög inn. Já. Og permanent og hafa hárið svolítið stórt, sko, mikið. Já, akkurat, já. Það þótti mjög flott. Fólk hafði óvenju stóra kotta á þessum tíma, sko, bara til að koma hárinu fyrir. Tveir kottar, lágmark. Já, lágmark, sko. Og það var náttúrulega líka ennþá þetta vængirnir, en þeir voru samt ekki eins sterkir þarna. Hófí Karls þegar hún var Miss World, að hún var með vængi, enga smá vængir. Og toppurinn svolítið hátt upp, svona líka þegar þú hækkar svona 10 centimetra. Og fötin líka, þau sko, þarna voru gallabuxur samt ennþá mjög mikið að koma og aeróbik-fatnaðurinn, hann var svolítið sterkur. Drottinn dýri hérna. Vorum ekki maður með mönnum nema að vera með grifflur og leggings og legglífarna hérna niðri og Madonna var fyrir mér á þessum tíma að fannst mér hún leggja svolítið línunar, hún var bæði flott í tónlistinni, hárinu og fötunum. Hún var náttúrulega bara svona byltingar týpa, sko. Hún fór svona sínar leiðir. Algjörlega, sko. En við hinn horfðum á og gerðum eins, sko. Öppum svolítið eftir. Þú rúlaði bara fleiri myndum hérna, svona. Og strákarnir fóru að hafa síðara hár. Líka. Já. Og nota mikið hárspray. Þarna Julia Roberts og þarna hún kannski svona... Þarna hún með þetta svona svolítið upp hérna og krullurnar. Og ég var bara setjandi permanent, bara sko mörg á dag á þessum tíma. Sem ekki í dag. Þetta late 80s, þetta undir 90. Já. Þarna svona vængirnir aðeins vandir að minnka. Já, þú séu að þetta svona falla niður, en samt á hári að vera sko svolítið svona mikið. Og við höfðum ekki eins mikið sko, eins og í dag, það var ekki til mikið efnum, það var aðalega gel og spray, sko. Hárlakk, sko. Já. En í dag erum við náttúrulega með svo mikið af þessu að við veitum ekki hvað maður velja stundum. Ég ætlaði að spyrja þú út í hanakamp. Gerður einhvern tíðan hanakamp á þessum tíma? Sko við höfðum, það var að byrja líka pönkið. Það var svona seint af þessu, aðeins svona á þessu tímabil. Það vantaði alltaf svona þessi sterku efni til að halda sko pönkinu uppi, svona alveg límið. Hvað var að nota? Var bara jötungreip og eitthvað svona? Nei, það var gel sko. Já, en það var svo sterku gel. Var það bara vitleysa? Það gerir hári hart, sko. En það... Ég heyrði mig einhvern tíma, segðu mér og hári ekki prófa það, sko. Ég fór aldrei þangað. Nei, fórst aldrei þangað. Nei, ég fór aldrei. Ég var náttúrulega, sko, pönki ennu, þannig að ég er bara, sko, undir fermingu, sko. Þegar pönkið er svona, þegar Bubbi er að réttu puttan, sko. Já, akkurat. Þannig að ég gerði það aldrei. En ég tók svolítið eftir þess að þegar maður fór erlendis á námskeið, þá sá maður, sko, pönkarana út um allt. En þetta kom seinna hérna. En við prófum náttúrulega, örgulega margir prófa eitthvað, það var kannski eitthvað leyndir á þarna úti í þjóðfélaginu sem við getur bara komast að, ég veit það ekki. Og þetta náttúrulega bara, já, svona önnur, svona kannski típisk mynd. Já, og þarna, sko, þeir sem lögðu svolítið línuna voru tónlistarfólk og ljósmyndafyrirsætur. Það var það sem við horfðum á, ekki eins og í dag eru til dæmis íþróttafólk líka. Sérstaklega, sko, eins og David Beckham, hann er náttúrulega með bók, sko. Krakkarnir kom bara með bókina og svo er ég bara með síman í dag. En þarna áður fyrr þá var þetta meira í blöðunum. Já, kom með Bravo og Poprocki, má ég geti verið svona. Já, og ef þú vissi ekki hver það var, þá varstu smá vandræðan, sko. En í dag er bara síminn. Alltaf var þetta sítt hár. Hann er Cindy Crawford, hún er náttúrulega, já, það var svolítið hár. Það þótti flott. Einmitt. Og hérna, þið sjáu þar, allstar þessi bylgja og krullur og mikið hár. Sko, áratugurinn á undan, þá var allt svo náttúrulegt. Þú veist, átti bara ekki að gera neitt. Já, nákvæmlega. Þarna bara fyrir alveg hinn áttina. Þetta er vinna, sko. Þetta er vinna. Þarna byrjar svona aðeins að vera meira pönkið. Þið sjáu það stendur aðeins meira út, sko. Já, en þetta er... Þarna er George Michael heitinn, sko. Og þarna er þetta svolítið svona, byrja að vera meira svona, má segja sem ég leifara permanenti svolítið, það er svona, hægt að greiða þetta, strákar fór í permanent þarna á þessum tíma. Lúlli minn, hann fekk oft permanent, sko. Hvort sem hann líkaði betur að vera, sko. Hvort sem hann vildi það ekki, sko. Þannig ég nýtti svolítið á honum, sko, þú veist, þetta er náttúrulega að æfa mig, sko. Já, sjálfsögðu. Og hérna John Travolta, og bíómyndirnar eins og Grease og Saturday Night Fever og það settu svolítið tóninn, sko, í klæðnaði og hártísku. Alveg. Og bartarnir, þeir svona misjafnlega síðir, sko. Þú veist maður svona, og svo síkkaði aftan, svona möllettinn,
líka, sko. Þannig að eins og sjá, þarna Duran, þetta er bara svona alveg, þetta er svona ultra 80s útlit, sko. Og svo böndin, strákarnir voru líka með þessi bönd. Jú. Þar var ég, sko. Já, ég var líka svolítið það, sko. Átti eitt appelsínugult sem þetta ólega flott, sko. Já, það voru allir með bönd, helst, sko. Það var ekki maður með mönnun nema að vera með eitthvað svona í hárinu, sko. Nei. Þetta var svona skemmtilegt tímabil. Þarna önnur mynd af Duran, sko. Og þið sjá að þeir eru líka með svolítið svona, þarna, svolítið þunga toppa. Já. Toppurinn var svolítið atriði, sko. Já. Ég nefnilega, sko, var hérna, við hafðum fótbolta líka saman, sko. Já. Og það var bara martröð að bíða eftir gæjanum, sko, eftir fótboltæðinu, sko. Það var, það var bara alveg skelfilegt, sko. En þetta er hérna allavega, þarna er Madonna. Já, og þið sjáuði fötin, sko, svona, það er líka mikið skraut. Já. Þú veist, hún var bara alltaf flott, hans mér. Hún var ögrandi. Hún þorði, sjá, þarna er hún, sko, hún var alltaf líka svona fáklædd, hafði mjög gaman að sýna líkamann. Þetta var mjög svona... Og fitt. Ókristilegu klæðnaður oft. Og þarna er aerobik líka að koma inn, líka meira. Þú veist, í tísku að fara í ræktina. Já. Jane Fonda og það er alltaf, sko. Og ég... En hún, sko, Madonna var náttúrulega óbóðslegu trendsetter, sko. Og í rauninni, sko, ef maður lítur tilbaka og lítur fram til dagsins í dag, þá eru fáir einstaklingar, sko, tónlistamenn sem hafa haft jafn mikil áhrif í rauninni á tísku annað, sko, eins og Madonna, held ég. Já, og bara enn þann dag í dag, hún er svona alltaf flott þegar hún kemur fram. Já. Og hún kemur oft með svona stuðandi, svolítið. Já. Hún gerir það, sko. Og en svo fer maður að pæla í litlu atriðunum og þau eru flott. Já. Og svo bara ertu fann að gera þetta sjálfur. Já. En þetta var nú gaman að rúlla eins yfir þetta og þetta segir manni að hvert tímabil á sína hártísku. Hvað er í tísku í dag? Já, það er... Nú sér maður, sko, það eru allir með hettur, sko. Eða margir, ég segi að það er svona hettusótt í gangi, sko. Já, það hefur verið svona unisex línur líka, sem er svolítið skemmtilegt því að strákar og stelpur eru oft með sömu línur. Og svona raka undir og síður ofan á, en mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sagði við á hann, aðeins að byrja að koma aftur svona mjúkt og liðirnir eru líka að koma og það er búið að vera mjög svona litaríkt, þú veist, með svona pínu feiti í lilla eða fjólu eða grátt og svona. Svo kemur aftur kopar, ég er bara undan minni samtíð núna, sko, nú er ég komið með koparinn. En þegar eins og við Pétur, þegar við erum konur með pínu grátt, sko, svona. Það er bara flott. Já, það virkar eins og strípur í dag, sko. Já, það gerir það. Það er gott fyrir mig að vita þetta. Já, þú veit alveg. En línurnar eru meira þannig að þú ætti að geta gert meira við hári, breytt til og það á að vera auðvelt. Já. Þægilegt. Það ekki semst allir steyptir í sama mót núna eins og kannski var ofta á tíðan þessum. Svona meiri túbering og læti þarna. Það er ekki alveg svona í dag. En skrítið samt er dýrar að fara í klippingu í dag heldur en þá, sko. Nei, það. Ég er ekki sammála því. Þá er komið hérna að loka liðnum í þessum þætti og þá höfum við farið yfir það sem við köllum Sakbitin sæla, sem er kannski lag sem að fólk var kannski ekkert allt of stolt af því að vera að hlusta á, en gerði enga síður í laumi. Og við ætlum að, þó að sé ekki alveg púra 80s lag, þá valdi hérna Hulda svolítið skemmtilegt lag hérna og sem að hún hefur ennþá dálæti á inn í einhverjum lokuðum vistarverum í dag. Ó Karol með Neil Sedaka. Já, fyrsta vínilplatan. Fyrsta vínilplatan, já. Þarna sjáum við kappan, sko. Ekki flottur? Jú. Hann er bara hann í miðstöðvarhúsinu og er bara að taka upp myndbandið þar, sko. Raggi Bjarnar að tekja hann til fyrirmynda, það er svolítið hangandi hendur. Já. Ég get alveg sungið með í huganum núna. Bara láttu vaða ekkert í huganum, sko, láttu bara vaða, sko. Jú, hann. Það er alltaf alveg geggjaður, sko. Já, sko, stelpuna mína gáði mér með þess að Samsam, eða þú veist, Greatest Hits. Já. Því það vissi að ég var að laumast að hlusta á hann. Er þetta ekki eiginlega þekktasta lagið með honum? Jú. Þetta var titilinn af plötuna, sko. Já, akkurat. Herru, Pétur, hún kostar 400 krónur. 400 krónur, já. En Pétur, þú valdir íslenskt lag. Já. Það var eitthvað svona sem að mér fannst rétt að benda á, sko. Já, það er sko, bara taka það fram, á þessum tíma, ég hefði getað valið mjög stóra kategóri á Sakbitinni sælu þarna. Vegna þess að þarna var ég
með Gústa vini mínum, Gústa í Ásprent sem var algjör þungarokkari, já, og bara mataði mig á öllu. Ég bara satt og hlustaði og dáðist á öllu sem hann gerði. Hann var aðeins eldri en ég og svona, mér fannst þetta bara svo geggjað og flott og allt það. Þetta var HLH-flokkurinn og verðst ekki að plata mig með Siggu Beinteins. Og það náttúrulega, sko, þetta náttúrulega frábært lag en í dag spila þetta á öllum diskotekum sem ég að spila á, sko. Þetta virkar alltaf fyrir alla aldurshópa. Ertu að opna eitthvað fyrir honum Gústa núna? Já, sennilega, sko. Þú telur ekki að vera með vinslit eða neitt þannig? Nei, hann reyndar ennþá þungarokkinn, en ég nú búinn að, ég dálítið mikið. Þú hefur þroskast. Já. Herðu, við látum þetta verða að loka árið, við þroskumst öll og þó að þessi áratugur sé okkur hugleikinn þá þroskumst við líka. En ég vil þakka ykkur kærlega Pétur og Hulda fyrir komuna í þáttinn. Ég minni á Facebook síðun okkar sem við finnum bara á Facebook, Föst í fortíðinni. Og þangað til næst, verið góð við hvort annað og munið það að við eigum aðeins eitt líf.